Komið þið sæl, byrjum hér á að skoða gervitunglamynd sem tekin var núna klukkan korter yfir 2 í dag. En það voru skil sem fóru í landi, við sjáum hér móta fyrir þeim og svona nokkuð óstöðugt loft þar á eftir en svo önnur skil glittir í þarna suður af. En víða búið að rigna í dag úr þeim og einna mest á Suðausturlandi en hæst fór hitinn upp í 11,9 stig við Blikdalsá. Og svona heilt yfir frekar hægur vindur en þó náðanlega upp í tæplega 18 metra á sekúndu með austurströndinni. En ef við skoðum hvað það er sem er stjórna veðrinu í okkur, þá sjáum við hér lægð austur af landi sem við held þessum streng, það sem blés svona ágætlega úr. En þessi lægð er á leiðinni í burtu frá okkur, önnur sem ætlar að taka stjórna hér suður á okkur, sjáum hér úrkombakka koma frá henni á morgun á sunnanvert landið og síðan er úrkoman að mestu leyti austan til á föstudaginn. Og það eru svona heilt yfir bara lægðir allt í kringum okkur og eftir morgundaginn verður þetta frekar þungbúið svona heilt yfir næstu daga. Á hitasviðinu þá sjáum við svona heldur svalari loftmassi fyrir norðan heldur en við myndum kannski vilja sjá í júní en á morgun þá svona er útlit fyrir að heldur hlýrri loft komi hér úr norðri, hlýnar aðeins hér fyrir norðan og norðaustan en á föstudaginn dregur svona heldur úr því aftur en hlýrri loftmassi sem er að leika hér sunnan og jafnvel austanvert landið líka. En núna í kvöld og nótt við sjáum hér alveg úrkoma víða land. En það er svona að draga úr henni eftir því sem lægðin fikrar sig í burtu frá okkur. Það mun þó vera áframhaldandi væta hér sunnanlands, svona fram eftir degi á morgun en síðan kemur þessi úrkombakki úr söðri með samfelldari rigningu hér og klukkan 3 seinnipartinn á morgun og er útlit fyrir að þetta verði staðan. Þessi úrkoma ætlar ekki að drífa norður land en það er alveg að stefni að sjást jafnvel til sólar. Þetta verði svona bjart með köflum. En það er aðeins að hlýna hér norðaustan til eins og sagði hæstu hitatölu svona 14-15 stig og sjáum hér Egilsstaði með 14 stigin en síðan þau höldum áfram eftir degi þá heldur áfram þessi væta sunnanvert landið. Þetta er ekkert alveg að ná sér til norður, svona kannski þykknar upp þegar líður á en síðan á þriðjudaginn fyrir hlutadags smá væta vestanlands en síðan svona að mestu þurrt má ég segja, annars staðar er þetta rigning með köflum. Við sjáum hér að þetta er svona norðaustlega átt í þessu en hún er ekkert íkja hvöss en heldur þungbúið bara allt land og síðan þau höldum áfram fram til laugardagsins er önnur lægð sem kemur hér upp á okkur. Gæti jafnvel orðið strekkingur á Vestfjörðum úr norðaustri en annars staðar er þetta svona sunnan suðaustlagt og frekar hægur vindur en sjáum hér að það er alveg rigningu sunnan og vestanvert landið en svona úrkomi lítið norðaustan til. Síðan á sunnudaginn snýst í suðvestlæga átt hjá okkur og það er útlit fyrir skúri hér sunnan og vestanvert landið en þurrt hér norðaustantil og við sjáum að það er hitatölur komnar svolítið lágt með við árstíma sérstaklega. En ef við skoðum hér í Skandinavíu þá er hitatölurnar svona 15-20 stig þar og það blæs svolítið úr vestri þar víða. Það er ágætisveður í Bretlandseyjum en þrumuveður Þýskalandi og Frakklandi þó nokkuð hlýtt hér suðaustan til jafnvel hitatölur yfir 35 stig og það er einnig þrumuveður hér á norðanverðum Íberíuskaga. Og ef við skoðum örstutt Kanaríeyjar að þá eru hitatölur þar svona 20 stig og það eru skúrir á sveimi þar. En í Norður-Ameríku þá eru þrumuveður í kringum vötnin miklu sem fylgja þessari lægð hér við austanverðu Kanada. Við erum svo sem bjart annar staðar og það er svona aðeins sunnar hér á Mexíkóflóa sem er fyrsti stormur fellibylja tíðarinnar Alberto. Hann hefur fengið nafn og hann er að ná landi núna í nótt en þrumuveður víða hér í Texas og nærliggjandi ríkjum. En hjá okkur á morgun, það er norðaustlega eða breytilega átt, 3-8 metrar á sekúndu að mestu leyti. Það er rigning með köflum landið sunnanvert en bjart með köflum fyrir norðan og hlýnar heldur í veðri norðaustan til. Við segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.